Kæri söfnuður, við erum hér komin saman í dag til þess að kveðja Hjördísi Öldu Ólafsdóttur. Ég votta ykkur öllum samúð mína. Ég bið þessa orð frelsarans, ég er upprisun og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, megi vera ykkur öllum huggun í sorginni. En við skulum hefja þessa athöfn með signingu og bæn. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Látum oss biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von. En hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprissu og eilíft líf. Lát oss vera minnu þess að þú telur daga vora, svo við erum með að öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Svo ritar postulinn: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem, stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til þess að fara á smyrjan. Og mjög ártlæginn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: Hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmönnunum? En þegar það líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: Skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn, þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen.
Góð systkin. Dauðinn kemur okkur alltaf í opna skjöldu. Jafnvel þó að okkur hafi grunað í hvað stefndi. Dauðinn er staðreynd sem veldur okkur sorg og sársauka. Í þeim aðstæðum hjálpar það okkur að rifja upp góðar minningar. Ástvinir okkar lifa í minningunni en líka í hendi Guðs. Það er gott að leyfa tárum að renna niður vanga því að tárin hreinsa andan og létta byrði sálarinnar eins og Kristján Jónsson fjallaskáld orti í ljóði sínu Tárið. Þú sæla heimsins svala lind og silfur skæra tár. Er allri svalar ítakind og ótal læknar sár. Æ hverf þú ei af auga mér, þú ástar blíða tár. Er sorgir heims í burtu ber, þótt blæði hjartans sár. Mér himnest ljós í hjarta skín, í hvert sinn er ég græt, því Drottinn telur tárin mín, ég trúi og huggast læt. Tárið hefur mátt til þess að lækna andan og Guð hefur gefið okkur trúna sem færir okkur huggun andspænis dauðanum. Hann hefur lofað að vera með okkur. Hann tekur oss að sér í heilagri skírn svo að við séum hans börn og ekkert getur skilið okkur frá honum. Í dag kveðjum við Hjördísi Öldu Ólafsdóttur sem oftast var kölluð Alda. Ástvinir hennar syrgja hana mjög og missir þeirra er mikill. Alda hefur nú snúið aftur til skapara síns, þangað sem við öll munum snúa þegar okkar tími kemur. Dauðinn er sá máttur sem hefur kallað okkur saman hér í dag, en við erum samt komin hingað til að fagna lífinu og minnast Öldu. Alda lifir áfram í hendi Guðs og líka í hugum okkar. Leyfum minningunum að hugga í sorginni. Alda fæddist hér á Ísafirði þann 16. maí 1927. Foreldrar hennar voru Guðríður Brynjólfsdóttir og Ólafur Ágúst Halldórsson. Alda átti 3 bræður sem allir eru látnir. Bræður hennar voru Guðmundur Jóhann, Halldór Magnús og Sverrir Ágúst. Alda ólst upp á Ísafirði og þar kynntist hún manni sínum, Guðmundi Skúlasyni húsasmíðameistara, sem fæddur var 22. júlí 1921. Alda og Guðmundur kynntust á balli á Ísafirði, en hún sagði að það hefði verið gaman að dansa við Guðmund. Hjónaband þeirra var gott og segja má að þau hafi dansað saman í gegnum lífið. Alda og Guðmundur gengu í hjónaband 23. desember 1951. Þau eignuðust 3 börn. Elst er Guðríður Brynja, fædd 1952. Hennar maður er Þorlákur Kjartansson. Synir þeirra eru Kristján Geir, Viðar, Bjarki og Grétar Berg. Fyrir átti Þorlákur dótturina Hörpu. Næst elstur er Ólafur Þór, fæddur 1956. Börn hans eru Hafdís Eva, Stefán Þór, Árni Björn og Hjörtur. Yngst er Margrét Anný, fædd 1964. Börn hennar eru Erna Lind, Guðmundur Orri, Magni Þór og Haukur Snær. Barnabörn Öldu er orðin 18 talsins. Afkomendurnir áttu gott samband við Öldu og hún tók virkan þátt í lífi þeirra og var mjög annt velferð þeirra. Alda var með stórt hjarta. Hún hugsaði sérstaklega vel fólki sitt og börnin eiga góðar minningar mömmu sína sem lét sér annt þau.
Þau minnast til dæmis að fyrir öll jól bakaði Alda kynstrin öll og þá sérstaklega lagkökur í tugatali til þess að senda ættingjum og vinum land allt. Barnabörnunum fannst alltaf jafn gott að koma heim til ömmu sinnar til að fá kökur og allir fengu ástúðlegar móttökur. Alda var dugleg og vandvirk og fötin sem hún saumaði á börnin sín báru glöggt vitni það. Fjölskylda Öldu og Guðmundar var samhent og þau hjónin voru samrýnd. Þeim fannst mjög gaman að ferðast og fór í fjölmargar ferðir innanlands, bæði lengri ferðir og styttri. Alda og Guðmundur fóru einu sinni til útlanda með Brynju dóttur sinni og fjölskyldu sem og foreldrum Þorláks tengdasonar þeirra. Þá var keyrt Þýskaland, Austurríki, Ítalíu og Sviss. Þessi ferð var lengi í minnum höfð og mikil upplifun fyrir alla. Alda var alla tíð mikið fyrir það að taka myndir og í þessari ferð tók hún mikið af skemmtilegum myndum sem hún hafði gaman af að skoða þegar að heim var komið. Alda átti alla tíð heim á Ísafirði og starfaði lengst af sem fiskvinnslukona. Fyrst við rækjupillun, við upphaf rækjuvinnslu hjá O.N. Olsen og Böðvari Sveinbjörnssyni, en lengst af við fiskvinnslu hjá Ísúsfélagi Ísfirðinga og þar lauk hún starfsferli sínum vegna aldurs. Hún starfaði einnig við þrif hjá Kaupfélaginu í fjölda ára. Alda var heilsuhraust og naut þess að vera úti og sérstaklega hafði hún yndi af því að hjóla. Segja má að hún hafi farið allra sinna ferða Ísafjörð á hjóli og það gerði hún fram á níræðisaldur. Hreyfingin og útiloftið gerði henni gott og hefur án efa stuðlað að heilbrigði hennar og langlífi. Alda var mjög trúuð og til merkis það þá fór enginn og fjölskyldun í ferðalag öðruvísin að koma við hjá henni og fá blessun. En hún syngdi til dæmis alltaf yfir bílana áður en lagt var upp. Trúin var henni hjartans mál og hún naut þess að sækja ýmiss konar guðsþjónustur, helgistundur og samkomur. Guðmundur, maður Öldu, lést 25. júní 2005 og fráfall hans var Öldu þungbært. Síðustu æviárin bjó Alda á hjúkrunarheimilinu Eyri og þar lést hún í faðmi ástvina sinna þann 17. janúar síðastliðinn. Hún hvílir nú í hendi Guðs. Alda er nú hjá Guði og nýtur samvista við ástvini sem á undan fóru. Eftir standa ástvinir með söknuð og sorg í hjarta. Ég bið þess að þau eins og Alda finni fyrir nálægð Guðs og fái þann frið sem enginn megnar frá okkur að taka. Sá friður felst í því að vita að það er einn sem aldrei bregst okkur og það er frelsarinn Jesú Kristur, sem tók okkur í faðm sinn í heilagri skírn og sleppir okkur aldrei, hvað sem á dynur. Í örmum hans fáum við hvíld og Guð mun þerra af augum okkar sérhvert tár. Frelsarinn Jesú Kristur sem ræður yfir líf og dauða, hann sem segir ég lifi og þér munu lifa, hefur tekið Öldu í faðm sinn. Fjölskyldunni hafa borist kveðjur. Kristján Geir og fjölskylda gátu ekki verið með okkur en senda kærar kveðjur. Góðar kveðjur frá Huldu Hafsteinsdóttur, fyrrum tengdadóttur á Spáni. Árni Björn Ólafsson og fjölskylda senda kærar kveðjur. Hjörtur Ólafsson og Rúna senda kærar kveðjur. Hafsteinn Þór Hafsteinsson og Hjördís Vilhjálmsdóttir senda innilega samúðarkveðjur. Davíð Hafsteinsson og fjölskylda senda kærar kveðjur. Af athöfnlokinni verður Alda jarðsett í Réttarholtskirkjugarði hjá eiginmanni sínum.
Að lokum vil ég biðja almáttugan Guð að styrkja og styðja fjölskyldu og vini Öldu í sorg sinni. Honum sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augum mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum. Látum oss biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Hjördísi Öldu Ólafsdóttur, systur vorri, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen.
Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottin hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaði sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisin og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig.
Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.